Já, ég heiti Nanna Rögnvaldardóttir og ég hef verið lengi starfandi við bækur og bókaútgáfu og reyndar sjálf aðallega að skrifa matreiðslubækur. En nú er ég farin að skrifa skáldsögur, Valskan kom í fyrra og núna er það þessi hérna, Þegar sannleikurinn sefur, sem þetta er glæpasaga, en líka svona dálítið breið samfélagslýsing. Og sögupersónan þarna sem segir sögunni í fyrstu persónu, hún heitir Bergþóra og velstæð ekkja, fertugt, sem ætlar að lifa sjálfstæðu lífi og ekki láta neinn stjórna sér. En svona atburðirnir taka nú svolítið af henni völdin því það finnst lík ungra konu þarna í nágrenninu og hún kemur þar að og sér strax að það er eitthvað sem er ekki eðlilegt við þetta andlat. Og síðan er farið að rannsaka málið og sýslumaðurinn kemur og yfirheyrir og það er greinlegt að allir búa yfir einhverju leyndarmálum og ekki síst Bergþóra sjálf. Hún gefur mjög fljótt í skyn að hún viti nú ýmislegt sem að hún lætur lesandann ekki heyra. Forlagið.